Það sjálfsagt ekki mörgum sem dettur í hug að í kjallara þessa hús við Bjarkarbraut á Dalvík leynist stórmerkilegt safn eða söfn öllu heldur. Kristján Ólafsson safnari af Guðs náð og það merkilegt að skoða bjórflöskurnar, bjórdósirnar, tímaritinn og bækurnar í kjallaranum. Á öðrum stað á Kristján svo merkilegt búvélasafn. Nú hérna inni svona rétt tæpar 3000 tegundir og ég á svo 500 í viðbót. Já, svona 3400-500 tegundur af bjór. Innihaldið mjög svipað, það vissu styrkleikari, en það fyrst og fremst þetta miðarnir og í hvað tilefni að gefa þetta út, afmæli, starfsmannafélög að gefa út bjór og alls konar tilefni. En þetta mjög gaman að standa þessar söfn og ég búin að gera það náttúrulega allt og lengi. Já, það bara, núna það ekki hægt að hætta. Og safnið það stækkar ár frá ári? Já, sem betur verið það. Og það ég á marga mjög góða vini sem hafa verið að skengja manni bjór. En nú þetta bara erfiðara til dæmis með erlenda bjór, það ekki hægt að ferðast með þetta í flugvélum. En þá tekum bara íslenskan í staðinn og hérna inni mjög mikið af einmitt bjór sem sérstaklega framleiddur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Hvaðan færðu alla þessar flöskur? Já, góð spurning. Ég á mjög marga góða vini sem að skengja manni og hérna bara við hliðina okkur þetta það sem kom síðustu viku. Þannig að það óþrjóðandi. En það sem að gera þetta núna erfitt fyrir mig, ég hef ekkert pláss. Nú bara mælinn fullur hérna heima. En þá maður róa bara önnum við. Það bara þannig. Útlendar bjórtegundur eðli málsins samkvæmt mest áberandi. Allt plássið í kjallaranum gjörnýtt. En þetta ekki della? Okkar maður hefur oft fengið þessa spurningu. Það má segja það. Það bara hætti maður ekki bara í dag. Það bara ekki hægt. Þetta bara þannig að maður getur ekki hægt. Nema verða þá bara einhverju mikið og þá verður maður náttúrulega að hætta. En eins og þetta núna og ég vísundar til fullorinn en ég sama eldmói hefði fyrir 30-40 árum í samvætti á söfnun, ekki bara bjór heldur margt annað. Hverjir það sem að því að koma með bjórflöskur til þín og tekur við öllu? Já, sjálfsögðu. Það verður nokkuð skilt ef ég fara að reka menn í burtu því að svo óhefum mikið framleitt þessu og það miðarnir það sem gildir en innihaldið kannski frá 4 og upp í 25% alkóhól. Það ekki það sem skiptir máli vegna þess að ég nota það ekki sjálfur. Þannig að það breytir ekki öllu. En þetta allt saman óupptekið. Það er orginal. Þú ert ekki að sullast í bjórnum sjálfur? Nei, þessi bjórar svo lélegur að það var ekki hægt. Það bara þannig. Og þennan þekkjum við. Þetta sjálfur Guðni Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra. Kristján segir að margir óski eftir því að koma í heimsókn og skoða safnið eða söfnin í kjallaranum. Já, sem betur verð og að aukast. Það voru nýlega búin að koma 20 aðilar frá Reykjavík, frá Securitas, búin að vera hjá mér. Og bara fleiri og fleiri. En þetta alltaf opið þegar ég heima. En bækurnar og blöðin og tímaritinn sem þú safnar, það nú heilmikið þyngsl í þessu og það þarf að flokka þetta allt saman eftir kúnstarnareglum? Jú, ég geri það með tímaritinn, það ekki hægt öðruvísi. Og maður alltaf vonað þetta sé síðasta tímaritinn sem kom út af þessar tegund, þannig að það maður eigi þetta komplett. En best náttúrulega eiga að vanda alltaf eitthvað í þetta, því að þá einhver vinna í kringum þetta. Að fá það frá fyrirtækjum eða einstaklingum sem að gefa þetta út. Og ég á nokkur blöð alveg komplett frá upphafi. Svona tímanum betur varið til dæmis ein kvöldstund að vera hérna niðri og dunda sér heldur en að sitja uppi og horfa á einhverja lélega bíómynd eða þátt sem að í sjónvarpinu sem litlu skilar? Það sjálfsögðu það alveg hárrétt. Það miklu betra að vera niðri en kona kannski sé ekki hanga alltaf hérna niðri. En það alltaf nóg að gera hérna. Það ekkert atvinnuleysi. Sem betur verið þetta bara besta mála að standa í þessari söfnur. Það ekki slemt. Hefurðu fengið tilboð frá einhvernum sem hefur skoðað bjórsafnið og bara vilja kaupa þetta bara komplett? Nei, og enda það ekki til sölu. Það nú bara þannig. Hér fyrir 2 árum fikk ég 500 tegundur á einu bretti frá aðal í Reykjavík sem það ekki skilið fyrir það.
og ég var að taka allt eða ekkert. Ég gæti ekki fengið að sortir úr og það besta. Ég get þá farið að eða skipti eða gert eitthvað við það. En það engu hend. Er ekki bara næsta mála á dagskrá hjá þér að selja húsið og kaupa svolítið stærra með enn stærri kjallara? Þú nátt að því hvað ég er gamall. Það fer nú ekki út í það held ég. En ef einhver vildi taka við þessu og halda þessu við, þá ég alltaf til viðræðum það. Einhver safnari sagði mér einhvern tímann að safnið þans væri aldrei tilbúið. Það væri alvöru safnari. Hvernig lítur þú á þitt safn? Er það ekki alveg endanlega tilbúið? Nei, langt frá því eins og með tímarit. Það sko langt frá því. En þessum að vera alltaf best að ég eitthvað vinni fyrir að reyna út fyrir það sem maður vantar. Og vera með hjálpatæki eins og bækur og skrári yfir hvað gefið út. Þú ert alltaf að leita? Allt á sjálfsögðu. Þannig er það best.